Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða Reykjavíkur flugvöll. Hann nú heldur betur búin að vera mikið í umræðinni síðasta sólarhring. Ég ætla að segja ykkur það bara svona í hreinskilni að það eru einhverjir dagar síðan við bókuðum slottið í dag og við ætlum bara að ræða hávaða og framtíð Reykjavíkur flugvöllar og svona hvernig okkur litist á hávaða mengunina frá Reykjavíkur flugvelli. En það sem gerðist í gærkvöldi hlýtur að breyta einhver liti efnistökum umræðunar. Þið hafið væntanlega séð það í fréttum í gærkvöldi að það datt nefhjól, kennsluflugvélar féll niður á Austurvöll og munnaði hársbreyti að dræpi þar fólk. Í rauninni alveg ótrúleg tilviljun hve vel það fór. Og með því hefur skapast dýnamísk umræða þetta umdeilda fyrirbæri Reykjavíkur flugvöll. Ekki bara hávaðan, heldur líka öryggið. Þannig að umræða dags í dag mun að einhverju leyti taka mark af því sem að gerðist í gærkvöld. En ég heiti Björn Þorláksson og tveir góðir gestir eru komnir til okkar. Þeir Daði Rafnsson hjá Hljóðmorg, velkominn. Og Ólafur Hjálmsson, Hjálmarsson, afsakaðu, hljóðverkfræðingur. Takk. Sko, ég ætla að byrja á þér, Ólafur. Það var svona hugmynd okkar tveggja að setjast hér niður og ræða hávaða mál Reykjavíkur flugvallar því að hávaði jú þín sérgrein. Þú ert hljóðverkfræðingur. Já. En ert ekki sammála því að eftir það sem að gerðist í gærkvöld þá svona hlýtur umræðan að breytast og taka mið af því. Jú, við skulum þó ég sé ekki sérfræðingur í flugöryggismálum. Nei. Þá það alveg skýrt í mínum huga að það öryggisógn í því að vera með kennsluflug yfir miðbænum í Reykjavík. Já. Og flugferðlar liggja bara yfir Kvosinni. Já. Þannig að Guðs mildi að þetta hjól drap ekki neitt hann í gær. Já. En sko eftir því sem að ég heyri að það ekki sömu öryggiskröfur á þessu vélum sem eru í farþegaflugi og þessum einkaflugvélum. Skoðunartíðin minni og það þannig að ég segi vegna öryggisógnar ef við byrjum bara á því þá maður ráðleggi það að einkaþoturnar utan úr heimi og kennsluflugið fari bara annarkvort á Selfoss eða í Keflavík. Til að skapa meiri sátt? Til að skapa sátt, gera eitthvað. Og ég vil líka segja til þess að við ræddum saman í gær að reyna að fá fulltrúa Isavia hér við borðið. Ég hefði talið það mjög mikilvægt. Já, og ég skil ekki í þessu opinbera fyrirtæki að senda ekki fulltrúa sinn. Svo það sé sagt. Af því nefnir þetta, þá eins og Ólafur segir, þá gerðum við tilraun til þess að fá fulltrúa frá Isavia og þeir höfnuðu því. Þess vegna hér engin fulltrúi frá Isavia. Það ekki nóg bara að þykja tekjur af fluginu. Maður verður líka að sýna samfélagslega ábyrgð. Og það sem ég langar að benda Isavia á ef einhverju fulltrúar þeirra heyra þennan þátt að þeir mega líta til umhverfisskýrslna frá Gardermoen og Kastrup og þar hefði ég vilja sjá bæði öryggisþáttinn og hljóðþáttinn þar sem þeir fjalla þetta af samfélagslega ábyrgð, hvert við stefnum og hvað við getum gert í mótvægisaðgerðum. Og ef ég má bara klára því að ég er komin í gang. Já. Þú ert að hitna? Já, ég er að hitna. Hann Baldvin Einarsson, verkfræðingur, fyrir kollegi minn á línuhönnun, pabbi hans bjó við Ægisíðuna. Og hann sagði fyrir mörgum árum síðan, færum einkaflugið og kennsluflugið hérna og höfum bara áætlunarflugið. Þannig að við þjónum landsbyggðinni. Af því að hann reyndi það að litlu rellurnar eru svo lengi framhjá, þar fljúga svo hægt að þú verður að stoppa samræður í 2 mínútur og meðan þeir að koma sér framhjá. Og svo það þyrlurnar, hvernig þyrluflugi hefur vaxið mjög ásmegin síðustu misseri. Ég bý nú sjálfur á Fjólugötu og keypti þarna íbúð fyrir 4,5 ári held ég. Og það ekkert vandamál, hefur ekki verið neitt vandamál fyrir mig að venjast flugvéla gnínum svona upp að því marki að maður veit að þegar maður kaupir þarna, þá veit maður hvað maður fær. En þyrluhávaðan verður bara meiri og stjórnlausari og stjórnlausari. Já, og ég segi með þetta með þyrluflugið með ferðamennina, þá fara eitthvað annað. Það ekki spurning, ekki alveg verið í Keflavík. Og af hverju segi ég Keflavík? Vegna þess að það bara miklu meiri fjarlægð frá flugvelli í íbúðabyggð. Það það sem ég að hugsa. Já.
Áður en ég gef þér orðið Daði, hérna, Ólafur, sko, þetta mjög alvarlegt. Þessi atburður í gærkvöld hefur ekki verið bara mikil umræða. Þetta ekki það sem fólk að ræða núna, í dag? Sko, ég nú búin að vera að vinna heima í dag, þannig ég hef svo sem ekki heyrt, ég leigi fyrir fyrirtæki mitt hjá Vaffes og ráðgjöf í Borgartúni 20. Ég hlakka til að hitta fólki þar, að því það skarpir hausar þar og hvernig þeim hefur orðið við. En ég á von á því að þetta risti svolítið upp í fólki. Það ekkert sjálfgefið að flugvöllur, að flugferill flugvallar liggi yfir miðborginni. Nei. Og svona rosalega nálagt. Nei. Og kannski bara rétt í lokin að þetta eru fleiri en við hljóðverkfræðingar sem hugsa þetta. Þið muni kannski eftir hún séra Skúla Ólafssyni, presti í Neskirkju, sem óskaði bara vinsamlega eftir flughelgi þarna í kringu kirkjuna með að voru að flytja hámorgmessuna. Ég söngvari til margra áratuga í tónkornum og það þannig þegar að vélarnar fljúa yfir, þá heyrir maður ekki prestinum og maður heyrir ekki tónlistinni. Þannig að þetta eru umhverfisgæði sem við erum að fórna og ég vil virkilega bara vitrana umræða hvernig við komum þessu best fyrir. Og mjög umdeildur þessi hávaði, fólk hefur áratugum saman axlað byrðar, hvað varðar hérna hávaðan, en þegar við erum mynd með svona kyrfilegum hætti á óöryggið sem að fylgir þessu, þá svona sýnist mér á samfélagsmiðlum að það sé að magnast upp ansi sterkt viðbragð. En Daði, velkomin, þú ert hjá þessum samtökum sem þið kallið Hljóðmörk og þið stofnuðu þau nokkur í fyrra, var það ekki? Jú, þetta var eiginlega aðdragandinn var þannig að allavega tala út frá sjálfum mér að í nokkur ár, ég búið á Kársnesinu frá 2016 og maður tekur alltaf eftir aukinni flugumferð, hefur búið í Hlíðunum þar á undan og hverjum þar á undan og maður tekur eftir aukinni flugumferð yfir nokkur ár og það aðalega þyrlunar og bara út að vera með hljóðhönnunina þá höfum við verið svona kafa aðeins dýpra heldur en við höfum grunnað í þessi mál og kemur til dæmis í ljós að hjá Airbus segja þeir að þyrlu hávaði, hann eiginlega fólk upplifar hann tvöfalt út af skellunum. Já, hann svo grófur. Hann svo grófur og þetta svo lengi, þetta alveg 2 til 4 mínútur að fara til dæmis yfir Kársnesið. Og þegar ég út á palli þá þýðir ekkert að framlengja samræðunar. Nei. Þú þarft að fara inn eða bara bíða. En og svo fór ég nú bara sjálfur sem einstaklingur að bara láta vita mér í kerfinu og kom við á lokuðum dyrum. Pólitíkin vill ekki snerta á þessu út að það búið að gera þetta eins og þú segir bara við þurfum að fá að vita hana umræðum þetta vegna að það búið að hleypa þessu upp í svona eitthvað svona kultúrmál að þú ert með á móti. Já, við og hinir landsbyggðir. Við og hinir landsbyggðir og hinir og verðum að hætta þessu. Og vegna að við höfum talað um það lengi sem erum í Hljóðmörk að öryggi íbúa á jörðinni hvergi, það engi með okkur í huga í þessu öllu saman. Og við teljum það alveg eðlilega og sjálfsögkrafa að tryggja öryggi íbúa út á landsbyggðinni. En það gildir bara fyrir alla. Og bara eins og Ólafur segir, þetta ekki hægt að vera með flugleiðir yfir þessum fjölmennasta stað landsins. Þarna í Kvosinni ertu með Alþingishúsið, þú ert með Ráðhúsið, þú ert með helstu stofnanir bara íslenska lýðveldisins. Og ferðamannafjölda. Og maður bara velti fyrir sér, ef það til þjóðaröryggis og hvað, af hverju gera þeir ekki athugasemdir við þetta. Já. Og svo hinum einn eins og í Kársnesinu þar sem aðflugsleiðin þar fara þessar kennsluflugvélar stundum upp og það svona toppa sig yfir nýja barnaskólanum sem verið að klára að byggja. Yfir Kársnesskóla? Já, þannig að maður velti fyrir sér, hvað þetta myndi gerast þar. Og það kemur mér ekki óvart að Ísafjarðarbær vilja ekki koma hingað vegna að þeir svona hafa einhvern veginn búið til þann kúltúr að bara þæfa málin, loka á og í gegnum til dæmis helstu talsmenn þessara mála, bara að svona svolítið hræra í umræðinu þannig að hún fari ekki inn á veitrannar slóðir. Það eru bara 2 vikur síðan að nýr stjórnarformaður Ísafjarðarbær hafnaði að hitta okkur eftir að við höfum verið að bíða eftir fundi með honum lengi. Og það olli okkur vonbrigðum vegna þess að þegar hann var ráðinn þá átti hann að vera ráðinn á faglegri forsendum heldur en áður hafði verið gert samkvæmt nýjum
fjármálaráðherra og að auki þetta atvik í gær að það náttúrulega veldur bara óhug þeirra sem búa í kringuvöllin, þeirra sem starfa í kringuvöllin. Það eru allavega 3 til 4 leikskólar í kringuvöllin og menn segja jú þetta gerist svo sjaldan eða þetta er bara ótrúlegt að það gerst. En þetta gerist nú bara samt og við erum búin að vara við þessu. Og þegar við fórum nokkur svona hópur fólks að okkur var alveg svona ítt saman af fleira fólki og nú er þetta orðin svona alltaf að stækka hópurinn. Breiðfylking. Já, ég ætla nú ekki. Verður það kannski eftir atviki í gærkvöld? Kannski verður það, bara allir velkomnir. Er þetta Facebook-hópur það? Já, og við köllum okkur bara íbúðarsamtök, við erum ekki að taka neinum styrkjum, við erum ekki fjármögnuð neinum og erum bara fólk úr öllu litur og pólitíkurinnar. Það eru flugmenn meira sem eru meðlimir í Hljóðmörk. Flugmenn sem hafa atvinnu að því að gera út frá Reykjavík? Já, þeir búa náttúrulega líka undir fluglegunum og þeir náttúrulega sömu náttúrulega bara átta sig alveg og þú veist að þetta gengur ekki upp. Þetta var kannski eitthvað flugvöllurinn skipti máli kannski fyrir 30, 40, 50 árum en nú er bara borgin búin að stækka. Já. En allavega samskynning okkar við áttum okkur flugvöllur því þegar við fórum að hittum flesta hagaðalega í kringum flugvöllin, Ísafja, innanlands, þau sem sáum innanlandsflugið. Við fórum að hittum ráðherra, heilbrigðisráðherra og umhverfisráðherra og innviðaráðherra, allstað vel tekið, hittum bæjarstjóra Kópavogs, hittum borgarstjóra Reykjavíkur, allir sammála þessu. Þetta gengur ekki til lengdar. En pólitíkin einhvern veginn virðist algjörlega óhæf að taka á þessu, út af því að menn vil ekki stíga inn í einhver drullupoll og þess vegna líka fær þá þessi flugvöllur verða til, að halda fram að til, sem eins konar svona ræksni, ef við bara leiðum að nota það orð, þegar maður er búin að skoða þetta vel. Ég meina, skúrin er ekkit annað en ræksni, byggingin sjálf. Já, nákvæmlega. Þetta er minnst ræksni bara mjög gott. Og ég held ef við lítum til Orkuveitunar, sem að útbýr mjög vandaðar umhverfisskýrslur og rekstrarskýrslur, það sem ég held að pólitíkina skorti eru fagleg og góð gögnum þennan rekstur. Og það er það sem við áttum okkur á að ég ætla bara að ganga svo langt að segja að það er enginn með ábyrgð eða eftirlitshlutverk gagnvart Reykjavíkurflugvelli. Ísafja bara skilar inn reiknuðum gildum hvernig hávaði hefur áhrif á íbúa og bara þau henta mjög vel þeim sem velja hafa sem mest flugana. Já. Það er ekki mælar sem mæla loftmengun. Það er ekki íbúar í Kópavogi og Vesturbæjar Reykjavíkur Skerjafirði segja að það sé alltaf svona einhver dökk sleikja yfir gluggakistunum hjá sér. Sót. En það er enginn að mæla þetta. Það er enginn heldur að mæla háa, það er enginn háaðamælar. Gæti verið blý úr bensínu? Já, veit það nú ekki. Það fer nú tönusöguna þá, þannig að ég ætla ekki að fullera það. En það er einmitt vandamáli við þetta. Það veit enginn hvaða starfsemi er þarna. Það lítið eftirlit með henni. Þegar við spyrjum nætuflug hjá einkaþotum, þá kemur alltaf svarið það sé þessi líffæraflutningar. Og svo tala maður við eftirlitsaðila hjá heilbrigðiseftirlitu Reykjavíkur og víðar og þeir segja að það bara getur ekki verið, ekki þessu magni. En það er á engin tölur, það er engin með utanumhald, það er engin með eftirlit. En það var þetta takk Daði fyrir hvað þú ert skarpur og til hamingju með þessi samtök. Þau eftir að stækka, ég er samfærið það. Þú ert að fara að ganga í þau? Já, verið velkomnir. Já, ég bara fer inn á Facebook eftir og skráði mig þetta. Þannig að ég vil stuðla vitrænni umræðu, það er eina vitið. En þess vegna nefndi ég Gardemóin og Kastrup sem eru alveg til fyrirmyndar. Þeir eru með hljóðmæla við völlin og þeir eru með, síðast þegar ég gáði þessu, þá gat maður náði þessi gögn og skoða hvernig þetta lítur út. Og eins og þú segir, auðvitað ég var loftmengunar mælar að vera þarna líka og menni að gera almennilegar umhverfisskýrslur. Já. Þetta er bara, þetta er eitthvað að vera með eitthvað rassvasa bókhaldi í þessu er náttúrulega bara ólíðandi. Og það er líka það sem ég langar að nefna í þessu sambandi að því að ég unni mikið í hljóðmálum. Og Norðmennirnir náttúrulega eiga mikla peninga, olíuauðinn sinn, og þeir hafa farið markvisst í að styrkja innviða sína. Og það er mjög víða, hvort það eru flugvellir eða umferðarmiklir vegir, þar sem hávaðir yfir mörkum. Og Norðmennirnir líta svo á þar sem að hávaði við íbúðarhús er yfir leyfilegum mörkum sem þetta er rauninni samfélagskostnaður. Það er samfélagið sem á að bera þennan kostnað en ekki einstakir íbúar. Og það er nokkurn veginn þannig og hefur verið staðfest í íslensku deilumáli
að segjum að krafan sé 55 decibel hljóðstig, að ef hljóði fer upp í 65 decibel að þá það 10% skerðing á eign íbúa. Hreinlega. Þannig að við setjum þessar tölur eins og öryggisógn og hljóðmál í peninga. Af því það stundum sagt að mannskepnan skilur ekkert nema peninga. Nei. Og þetta þýðir að þarna geta menn sagt það íbúð, það nýbyggð og þéttbyggð á Kársnesi, í Hlíðum, í Kvosinni, í Þingholtunum sem nálægt þessum flugvelli og þetta þýðir það að þarna að verða til einhver samfélagskostnaður. Og þarna sjáum við bara hversu mikið kostar þessi flugvöllur og við erum að leggja þennan kostnað á þessa íbúa í staðan fyrir að þetta sé samfélag og það sem menn gerir í Noregi að vegagerðin til dæmis við umferðarmikla vegi og ég hef unnið slík verkefni fara í það sem heitir fasaðatiltak. Þá farið bara í húsið, það skoðað og tekina myndir og það reiknaðar endurbætur og það farið í að hljóðunakra húsið betur á kostnað vegagerðarinnar. Skiljiði, bara til að setja þetta í samhengi. Og þetta eitthvað sem að við verðum virkilega að fara að skoða hér á landi. Já, þessa umræðu hefur vantað. Já, algjörlega. Má ég bæta inn í eins og þú ert að tala Gardermoen og Kastrup og ég nota það flugvöll oft og nú ég að fara til Oslo í næstu viku og ég alveg bara búin að gera ráð fyrir að ég að farast með lest hálftíma inn í bæinn. Já. Hérna frá Gardermoen. Gardermoen alveg fyrirmynda flugvöllu bæði hvernig hann settur upp og hvernig hann tengdur við borgina. Já. En ég ekkert að ætlast þess að ég fara, ég nú ekki að fara á einkaþotunum minni. Nei, það sé bara að tekja minni að labba í þinghúsið. Já, maður getur bara að labba beintinni þinghús og ekkert vesen, sko. Og sama með kaupmann, maður verið mikið í miðborginni þar. Já. Það ekkert verið að fljúga flugvélum þar yfir. Og þetta svo gott að tala hérna við ykkur báða. Þetta svo okkur hætti svo til Íslendinga að mála hlutina hvít svarta. Þeir eru það ekki. Nei. Við þurfum bara að taka á þess að skynsemi. Ég þarf aðeins að gera grein fyrir minni eigin skoðun. Fyrir atkvæðinu. Já. Það eru einhverjir vinir mínir fyrir norðana því að ég nú norrlendingur, bjó 25 ára á Akureyri og ólst upp í Mývatnssveit. Þekki mjög vel hvernig það að fylgjast með umræðinum Reykjavíkurflugvöll utan að landi og var áður harður í liði með þeim sem að vildu Reykjavíkurflugvöll sem lengst. En ég þarf aðeins að gera grein fyrir því hvernig mín eigin viðhorf hafa breyst. Ég hef unnið hjá opinberum stofnunum og haft skrifstofu út á landi og verið mjög háður því að fljúga mjög ótt og títt á milli Reykjavíkur og Akureyrar og vera á látlausum fundum hér á höfuðborgarsvæðinu. Oft vorum maður suður bara fyrir 1 fund og svo strax aftur norður og það var ótrúlega þægilegt að staðsetning vallarins skildi vera þar sem hún er. Og hellingur af hlutum sem maður gat gert sem maður gerði af því að þetta var allt svo þægilegt. Ef ég fer 30 ára aftur í tíman þá var líka bara mjög ódýrt að fljúga á milli Akureyrar og Reykjavíkur. Einu sinni voru 2 flugfélög sem að flugu á milli og mér minnir að upp á aldamótum eða kringum aldamót þá hafi kannski kostað 3.000 krónur á þávirði ein leið og við bara flugum mjög mikið hérna á milli. Það eru eiginlega allir hættir að fljúga núna úr hópi almennings. Það eru reyndar einhverjir flugbrúar miðar en þetta eru eiginlega bara opinberi starfsmenn eins og ég þegar ríkið greiddi fyrir mig farmiðan. Þetta eru eða aðilar á vegum fyrirtækja. Það eiginlega enginn sem greiðir lengur fyrir sinn miða í farþegaflugi á leiðin frá Akureyri til Reykjavíkur. Það stór breyting. Það annað, að það fjarfundatækni. Við þurfum ekki lengur allar þessar heimsóknir til þess að fara á þennan eina fund eins og ég gerði og flög síðan aftur með vélina fulla af the usual suspects þegar við vorum alltaf sömu andlitin sem við vorum í þessum ferðum fram og tilbaka og hvað var þar öryggið þá ég áttaði mig alltaf á því þegar ég valdi sjálfur að búa á Akureyri 25 ár að ef það hefði komið upp mjög alvarleg staða innan fjölskyldunar, mjög alvarleg veikindi þá var það handicap að við byggum þetta langt frá fremstu sjúkrahúsum landsins þótt allt gott sé sjúkrahúsið á Akureyri að segja þeir hafa ekki resursa til þess að meðhöndla okkur með þeim hætti sem hægt að gera á mestu hátækni sjúkrahúsum Reykjavíkur og maður var meðvitaður maður valdi meðvitað alveg eins og að konur á Norðausturlandi í Norður-Þingeyjarsýslu ákveða ófrískar að búa þar
þótt viti að það sé ekki alveg víst að komist yfir heiðina þegar kemur að meðgöngu. Fólkið út á landi meir og minna mjög meðvitað kosti og galla þess að búa á einhverjum stöðum. Öryggið ekki eitt af því sem alltaf í toppi, en það margir aðrir kostir þar sem að landsbyggðirnar trompa höfuðborgarsvæðið. Og þetta finnst mér að komist aldrei til skila. Við erum alltaf með hann þingmann Akureyringa, Njál Torfa, sem alltaf fer með, heitir ekki Njál Torfi? Njáll Trausti sem alltaf fer með sömu ræðuna sjúkraflugið og þetta, en það enginn sem svarar honum, vegna þess að ef einhver gerir það, þá hann sakaður að vera bara að drepa fólk út á landi, vera gegn landsbyggðin og allt það, en mér finnst bara að andrúmsloftið bæði út á landi og hér innan höfuðborgarsvæðisins sé annað hvað varðar hann að flugvöll en það var. Þú nefndir áðan að jafnvel flugmenn sem hafa lífsviðurværi sitt af því að Reykjavíkurflugvöllur sé þar sem hann þeir eru komnir á aðra skoðun og það þarf bara að ná þessari umræðu einhvern veginn upp úr skotgröðan. Sko, ef ég má aðeins koma inn að gott þú nefnir Akureyri, sko, það miklu minni flugumferð heldur en Reykjavík. Flugvöllurinn þar með til hljóðvestar miklu betur staðsettur heldur en Reykjavík. Já. Það miklu lengra í íbúðabyggðina, skiljiði. Þannig að sko, þess vegna var ég að nefna þennan samfélagskostnað. Það væri rosalega gott ef við getum opnað skynsamlega umræðum það að þessi Reykjavíkurflugvöllur að valda því að fólk að líða hér í Reykjavík. Já. Það bara þannig. Og já, ekki bara Reykjavík, heldur líka út á landi. Og þegar við erum að tala um hann Njál Trausta, þá bara í útvarpsviðtali morgun, þá gerir hann bara það sem hann gerir best. Það bara afvegalega umræðun og ekki svara þeim spurningum sem þarf að svara. Því að eins og þú segir, á meðan menn hafa verið að standa í þessari baráttu, að halda vellinum eins og hann það var orðið lítil þróun á vellinum og bara aðkoma farþega, öryggi, það maður sem labbar inn á djamminu inn á vellin fyrir bara 2-3 árum. Alls konar svona þetta sem hafa bara verið algjörlega vanræktir, þannig að við sitjum uppi með 20. aldar flugvöll á 21. og langt komin á 21. öldina. Og hann við þurfum að passa okkur líka á þessu að hann að beita okkur út í það að fara í landsbyggðin gegn höfuðborgin. Og við þurfum frekar að hugsa meira kannski eins og normenn að reyna að styrkja innviði sem víðast eins og við getum. Og einmitt að það mikilvægasta sem hann Njáll segir sjúkraflugið. Enginn í okkar samtökum setur sig upp á móti því að tryggja sjúklingum sem þurfa nauðsynlega að komast á Landspítalann. En það hefur ekkert með kennsluflug einkaþotur auðmanna eða þyrlur með túrista sem fara að lenda svo að skála upp á Esju eða upp á Úlfarselli og hrella göngufólk þar og annað slíkt. Ég bara mjög erfitt með að sjá af hverju það á að vera eitthvað heilu kýr. Ef ég meðan í mann, það svo magna með okkur Íslendinga og Nóbelskáldið sagði við erum snillingar í að rífast snillingaskít. Rögnunefndin svo kallaða. Hún mátti ekki fjalla Keflavíkurflugvöll sem valkost. Hvers konar vinna það eiginlega þar sem þú mátt ekki skoða vænlegan valkost? Já, það var þannig. Já, það var þannig. Og þetta mjög, við þurfum að fara að komast upp úr hjólförunum og ræða bara viti saman. Já. Og eins og samanber það sem ég sagði áðan, ég held að það sé miklu, það áður en ég flutti sjálfur frá Akureyri til Reykjavíkur, þá var ég komið með allt annað viðhorf gagnvart Reykjavíkurflugvelli. Ég átti mig á því hvað mikil skortur á byggingalandi hér og hvað væri gott í umhverfislegu tilliti að bara þessi völlur myndi hverfa. Ég veit að þú ert ekki að tala um það, þú ert að tala um að sjúkraflugið fá að halda velli og svona, en ég myndi bara, ef við setjum okkur í spor stjórnmála fólks, þá segir það sér náttúrulega sjálft að það milljónfalt hagræði af því að losna við Reykjavíkurflugvöll úr Vatnsmýrinni með af öll tækifærin sem komið þarna í staðinn, með af ávinningin að því að hafa hann áfram. En þið eru ekki einu svona beðið það? Nei, það nefnilega, ég náttúrulega verkfræðingur og ofta glíma við mjög flókið vandamál. Það mikilvægt þegar maður í þröngri stöðu að þetta þröng staða. Það mjög skiptar skoðanir og við þurfum einhvern veginn að, eins og ég sagði að komast upp úr hjólförunum. Það að gera að hafa lausnarúmi sem allra stærst. Ég vil bara taka það fram að ég alls ekki talsmaður þess að við bara lokum Reykjavíkurflugvöll á morgun. En í þröngri stöðu að gera að taka litlu skrefin fyrst. Og litlu skrefin eru þau
burt með allt túristaflugið hérna á þyrlum, burt með allt kennsluflug og engaflug og hætta að ljúga því að þessar engaþotur hérna séu líffaraflutningar, bara tala heiðalegu málið. Það er engin, þú veist, það er komið nýbyggði Hlíðarenda við hliðin á stæðinu fyrir hérna, engaþoturnar. Það hlýtur að vera mjög íþyngjandi. Ég meina, þetta er bara glórulust. Þetta er algjörlega glórulust. Þetta er eðlilega því að þú veist, borgin er náttúrulega bara byggjast og þróast og þú veist, bara tíminn, þú veist, heldur áfram og meðan setur þessi flugvöllur eins og hann er og það er lítið þannig þessi búið eins og sagðan að þróan og þess vegna bara algjörlega að byrja á þessu að koma þessu óþarfa og þessu hættulega flugiburt, þannig að þessar smárellur og þessar þyrlur, þetta er hættulega heldur en þessi farþegaflug sem eru, þú veist, viðhaldin af hérna flugvirkjum og annað slíkt. Þannig að hérna byrja á því og fara ekki leifa þess að fara í þessa skotgrafir. Já, rétt. Og þú veist, ef það er lausn eins og í Keflavík, af hverju ósköpunum má það ekki tala um það? Bara hverslega stjórnsýsla er það? Já, það er mjög stutt til Keflavíkur. En ég vil segja ykkur líka sko að því að það er svo lærdomsríkt að fá reynslusögur úr eigin lífi. Besti vinur minn frá Berlínir árunum, Jóhann Akhrænir, austurríkismaður og býr þarna í norðurhluta Berlínar og hann bjó Tigelflugvöllur þegar við heyrtum hann, það er bara lokunum núna en það var flugferill bara beint yfir húsið hans og flugurinn byrjaði að fljúga 5:30 á mótnana og það var yndislegt að koma til hans en ég gat bara ekki heimsótt hann af því ég gat bara ekki sofað þarna þú veist, maður vaknar 5:30 á mótnana og getur ekki sofnað aftur og bara stanslaus glimjandi hávaði sko. Líka af því að sko þessi hávaða ferill eða hvað maður á að segja, þessi hávaða mengun, hún hefur nefnilega breyst svo mikið á síðustu árum. Það var miklu auðveldara fyrir Reykvíking í Þingholtunum eða hvað við erum að tala um, að umbera hávaðan frá Reykjavíkurflugvelli á meðan umferðin var miklu minni og það voru ekki þessar þyrlur. Kringum 2000 þá bjó ég í Þingholtunum og þetta er bara allt annað í dag með öllum svo litlu vélum og þyrlum og það sem kannski út af tölum upplifun að þessu, það er okkar meðlimir og bara ég sjálfur, við finnum bara fyrir þess að til dæmis að leið að kemur gott veður þá gerist það sem að heilbrigðiseftirlit Reykjavík kallar samkennunum góða veður. Það þegar við vorum að ræða við að við erum nú stundum að fá leyfi til að halda út í barnaamæli eða grilla eða hitta vin okkar út í garði og svo leis og þá sögðu bara já það er samkennunum góða veður og menn vilja fljúga og þetta svona setið okkur lengi svona að þetta er svona eins og að vera með kappaksstursbraut bara við hliðina á sér. En það eru fleiri hlutir, þú veist, það er verið að jarðsetja ættingja, verið að syngja við þeim og það flýgur þyrla yfir og það heyrist ekki söngurinn í 5 metra fjarlægð. Það eru brúðkaupnir í bæ sem hafa verið trufluð. Skúli, prestur, hefur einmitt tjáð sér mikið um þessi mál og beðið grið og flugvöllurinn opnar upp úr 7 og þá er fólk ennþá sofandi og hann á að loka hvað 11:30 og þá er fólk hver að sofa, sérstaklega fólk með lítið börn. Það er líka bara fólk í alls konar heilsufars aðstæðanna sem býr í og við völlin. Eitt sinn þegar ég var með það var kannski 6-7 mánaða drengurinn minn að þá var gosið og gosið stóðu sem mest yfir og þá á svona 1,5 klukkutíma þá taldi ég 22 þyrlur sem að flugur. Það var nú bara ekki lifandi þannig. Það er svona 3 vikur síðan að sama kennsluvélin eða einhver á einkarellu flög 18 hringi að minnstakosti yfir Kársnesið. Já. Bara ekki þvera heldur langsum fór svo út á Álftanes aftur yfir Kársnesið að þetta gera 18 sinnum þegar fólk er að sitja úti í Guðrúnsunum og þú veist í góða veðrinu. Þannig að þetta er algjörlega hömlulaust, þetta er skefjalaust. Þetta er bara vilda vestrið og út af því að þú veist eins og Njáll Trausti var í morgunútvarpinu morgun og sagði þá ósatt flugferla, það væri búið að breyta aðflugsferlum eftir gosin og færa þá þannig að nú væri þyrlurinn að koma meira yfir vatni. Þetta er bara ekki rétt, því að breytt tilbaka. Þannig að nú bara fljúga eins og að vilja, stundum fara 2 saman yfir Vesturbæinn eða yfir Kársnesi, mjög nálægt hvor annarri. Og það sem er líka mjög merkilegt í þessu að á meðan ferlunum var breytt, bara samkvæmt Ísafja, þetta höfum við bara beint frá Ísafja, að þegar það er breytt ferlunum þannig að það er átt að koma yfir
yfir vatnið þá gat samt þyrluflugmaðurinn beðið að fljúga þvert yfir Kársnesið beint yfir borgina og þá fekk hann leyfi til þess og þau töldu sig ekki hafa heimild þess að banna hann það er ósku eftir. Sko ég, gott nefnilega með flugferðlana fyrir þyrlurnar. Ég einn af hljóðhönnum nýja meðferðarkjarnans og þegar við heyrta að það voru áhöld upp að setja þyrluprall ofan á spítalann og ég hafði miklar áhyggjur á þessu sem hljóðhönnuður og sérstaklega þegar ég var búin að sjá Ebla hafði reiknað hávaðakort frá þyrlunum og ég var svo órólegur að þeir voru með flugferðil eftir langs eftir Sóleyjargötunni. Og ég sagði við þá og við funduðum með landhelgisgæslunni og sagði, getum við ekki verið svolítið mildari gagnvart byggðinni? Með það fyrirbæri, þá sögðu þeir bara þyrluflugmennir, við verðum að lenda á móti vindi. Þannig að það er bara vindurinn sem ræður og þá bara eru menn út um allt. Það er annað sem ég langar að nefna sem að, til dæmis með Grænlandsflugið sem að ég hef samúð með. Pabbi gamli var nú formaður Norrænafélagsins á Íslandi og mikið talsmaður norrænnar samvinnu og ég er mjög hlynntur samgöngum til Grænlands og að við styðjum við nágranna okkar. Það er svolítið erfitt flug að því leyti að veðurglugginn í Grænlandi er oft svo stuttur. Þannig að þá náðir ekki þessi mörkum að vera fyrir 7 á morgnana eða fyrir 10 á kvöldin eða hvernig það er. Þeir eru ofta að lenda á nóttunni. Þetta er álag á íbúana. Eini sem græðir er Isavia sem sendir sektargreiðslu á flugfélagið. Skiljið, þetta er þá að renna í vasa íbúana ef það væri eitthvað sanngirni í þessu. En ef ég skilði rétt, Ólafur, þá sem sagt þau okkar sem að hafa haldið að við gætum kannski bara loka Reykjavíkurflugvelli, byggt hús þar og þyrlur sjáum sjúkraflugið frá Akureyri og frá öðrum stöðum út á landi að það er bara ómikill hávaði til þess að það sé góð hugmynd við nýja Landspítalann. Það var náttúrulega, svo ég segi það nú bara alveg eins og er. Ég hafði miklar áhyggjur af öllum þessum staðarvalsnefndum fyrir nýjan Landspítala. Ekki einn af það. Og mér fannst þau aldrei komast til botns í málinu. Nei. Í rauninni þau bara, hver nefndin á fætur annarri komst að sömu niðurstu áður að lítið skoðuð máli. Úr því að það er búið að ákveða Landspítalinn er þarna með þessa rosalega umferðartappa sem eru á Hringbrautinni og Miklubrautinni þá sé ég ekki annað en í krítísku tilfellum verður að treysta á þyrlurnar. En það er spurningin gagnvart Þingholtunum og léttbyggðu timburhúsunum þar hvort það sé ekki miklu mildara að það sé einhver lendingapallur, þyrlupallur á landi Reykjavíkurflugvallar, fjærbyggðinni heldur en ofan á þessum spítala. Þá kemur kannski að sko, ég myndi ekkert pirra mig þó ég vaknaði 1 nótt eða einhver bara lífsnauðsynlega þarf að komast á spítala. En það er bara allt annað þessu öllu blanda saman en hann hrærigraut sem er í gangi allan daginn. Ég er alveg sammála því. Þannig að við gætum hugsað okkur að einhver stór hluti af Reykjavíkurflugvelli myndi víkja. Það er heldur til skoðuna núna að sérstaklega í staðan fyrir hann þyrlupall sem átt að vera upp á spítalanum, að það verði nú fundur staður hjá BSI vegna þess að núverandi staður þykir vera of langt fyrir þessi kritískustu tilvik og of langt frá Landspítalanum. Þannig að ef að einstaka þyrla með þessa einstöku fáu krítisku aðila myndi lenda þar, ég held að það myndi enginn kippa sér upp við það. Nei, ég held að vera bara allir. Þarna heyriði hvað kemur út úr samræðu, vitrættin samræðu. Við reynum bara að finna lausnir. Það sem er tekið tillit til allra. Ég er reyndar bara þetta í fyrsta skipti opinberlega sem ég þori að tjá afstöðu mína Reykjavíkurflugvöll vegna þess að maður hefur bara verið átt á hættu að vera talin kvislingur og fósturjarðar svikari ef bara maður með mína rætur, norrlendingur, ef ég er að tala eins og ég er að tala núna. Ég ætla bara að taka haukið, ég nenni ekki að bíða lengur. Það er bara... Það er góð ástæða fyrir að við leyfum ekki komment á Facebook síðan okkar. Og meðal annars að því að þegar við fyrst komum fram og voru að kynna okkar málstað þá voru viðbröðin þannig að ég allavega skaði mig út úr já.is og ég eitt skipti þegar þingmaður fór fram og talaði um að það er að verja flugvelli með kjaft og klóm og þá lendir einn af okkar stjórnarmeðlum í því bara að vera ógnað. Þannig að það þarf líka að fara að láta þessu og ég skora bara á bæði flugmálafélagið og alla sem standa þess að láta þessu, að ræða saman. Þetta er ekki hægt. Dattunum í huga kæra það til lögreglu?
fór allavega í það feril en þú veist, það var ákveð að gera það ekki. Þetta eru rosalega byglur, alveg ótrúlega frekjur. En mér finnst svo gaman, Björn og Daði, mér finnst svo gaman það hagsmunnar íbúasamtök sem að ekki svart-hvít. Þau segja við erum ekkert endilega að fara fram á að loka flugvellinum, en við verðum að bæta ástandið. Ég held reyndar að þetta form okkar sé eitthvað sem við eigum að sjá víðar sko, og ég held að við hefum alveg hitt fleira fólk sem með áhyggjur að hinu þessu, þú veist, í umhverfinu, svona hlutir sem bara snerta lífsgæði fólks. Nú erum við búin að byggja borg sem allt önnur heldur en borgin sem að amma mín og afi byggu í og hérna hún þéttbýli, hún hérna fjölmenningalegri, hún mörguleiti bara heimsborg en þú veist, við viljum líka bara hafa kröfu á hluti eins og bara það sé ekki flugvélar yfir hausamótunum okkur. Það sé alltaf komast á milli staða án þess endilega að vera alltaf engabíl og bara það sé þjónustuna í umhverfi og borgin sé græn og svo framvegis, höfuðborgarsvæði. Þannig að ég held að það alveg komið fleiri svona samtök og ég held að við verða alveg vettvangur fyrir það, en þú veist, því miður og ég bara segja með fullri virðingu fyrir þeim aðalum sem í pólitík í dag, bara margt gott fólk, að það verðist vera svona einhver algjör bara svona kyrrstaða í að framkvæma og þú er enginn að snerta á umdeildum málum og hugsa bara, þú veist, hvernig ætlum við að byggja hennar gott og lífvænlegt samfélag til framtíðar. Sko, mér langar Björn að því þú nefndir, núna gengi fram fyrir skjöldu og segi skoðun mína. Ég má til með að minna því á orð Ástur Logadóttur hérna daginn eftir spjallið okkar. Þú spurðir, eru þið ekki hrætt að skaða hagsmuni ykkar með að tala svona opinberlega skoðun ykkar á þéttingu byggðarinnar á höfuðborgarsvæðinu? Ásta sagði svo vel, ef ég má ekki tjá mig mitt fag, þá fer ég bara í eitthvað annað. Og svona eigum við að hugsa. Hún hafði nægilegt sjálfstraust, góða menntun, doktorsgráðu og rétta viðhorfið. Hún hugsaði með sér, ef það á að þakka mig niður hér í þessu landi og ég get ekki sagt það sem ég veit að þjóðin þarf að vita, þá er ég bara farin. Bara í eitthvað annað. Bara flytja úr landi. Þetta hugrekki sem við þurfum. Þetta hugrekki sem við þurfum. Og hérna, það líka, nú datti út í það sem ég ætla að segja, en sko, ég segi bara nákvæmlega eins og Ásta. Ég var hljóðhönnuður af einhverjum stækkun áfangunum hérna í Flugstoð Leifs Eiríkssonar. Það getur verið að þáttaka minn í þessum þætti þýðir það að Ísafía leit aldrei til mín aftur. En það verður þá bara að vera þannig. Já, og Akureyringarnir næstir ekki norðu þeir sendur með pókerfeis og enginn heilsa mér. Ég verið útröpar á götu á Akureyri. En ég vona þess vegna nefni ég Akureyri því það eitt fallegasti bær á Íslandi og mér rosalega hlýtt til hans. Að ég vona að íbúar á Akureyri sem heyra þetta spjall heyri það sem ég að segja. Flugumferðin þar miklu minni heldur en Reykjavíkurflugvelli og íbúabyggðin stendur miklu fjær flugvelli. Það var nú einmitt mál bara daginn þegar Tim Ratcliffe, eigandi Manchester United, hann var eitthvað að byggja þarna á Austurlandi og í einhverja nokkra daga var hann með þyrlur á sveimi frá flugvellinum og á byggingarstað og þá ruku Austfirðingar upp til handafóta en þú veist, enn og aftur við erum ein þjóð og við eigum að hafa þetta norska viðhorf að þú veist, reyna að búa sem flestum þú veist, bara gott samfélag sem búa. Við erum ein þjóð og við erum lýðræðis þjóð og það er þannig að fjöldin á að ráða. Það hefur ekkert verið þannig í þessu máli. Og það sem að því að tvíburabróðir minn barnageðlæknir og mikill trúmaður. Sko, þegar maður að ákveða eða taka stórar ákvarðanir samfélagsmál, þá kærleikurinn besta kennilitið. Í hvaða lausn mestur kærleikur? Ef það fólk sem að býr í íbúðum nálægt flugvelli þjáist, þá verðum við að taka það alvarlega og ekki útrópa það fyrir að stofna íbúasamtök. Það er eitthvað sem hvetur þau áfram. Þau langar í meiri lífsgæði. En mér langar að taka líka fram því að þó ég hef minnst á þessa sóða á netinu og alþingismanninn að við höfum alveg átt mjög góð samskipti við til dæmis bara, þú veist, forsvarsmenn flugmálafélagsins. Og þú veist, það er ekkert að því að bara taka samtöl og ræða málin og hlusta á hvert annað. Og við verðum líka að hafa trú á því að þú veist, við getum sest niður saman, hlusta á hvert annað og fundi lausnir eins og segir. Því að þú veist, annars
hvað ætluðu þá að gera? En meðal stjórnmálamanna hefur verið landlæg fælni síðustu áratugi, fullyrði ég sem fréttaskýrandi og blaðamaður til áratuga, að taka stórar umdeildar ákvarðanir sem munu kosta illvilja hjá sumum en þú uppskerð aðdán hjá öðrum. Það hefur orðið svo tilhneiging að við einmitt frestum og stjórnmálamenn liggja svona flatir, passa sig á því að segja sem minnst, láta ekki ná í sig. Stofnanamenningin á Íslandi hluti af þessu vandamáli. Ríkisstofnanir ekki að standa sig sem skyldi þar sem að mjög mörg ríkisstörf eru þannig að þú þarft sannarlega að leggja þig undir og óhringa þig á fingrunum og taka erfiðar stórar ákvarðanir. Mín reynsla úr hinum íslenska ríkisstofnana heimi að þar sé mjög mikil fælni í þá átt að taka stórar erfiðar ákvarðanir og menn eru bara ekkert í því. Mér fannst það gott sem að ég las á internetinu þar sem að þið í ykkar samtökum rekið samskiptasögu ykkar við stjórnmálamenn, hvernig þið endalaust reynið að ná sambandi við einhverja út af ykkar málstað. Gengur ekki neitt. Það póstur eftir póstur eftir póstur eftir póst og svo kemur kannski eitt viðbragð eftir 5. hvert póst. Já, fyrirgeðu ég svolítið seinni, við skulum sjá hvort við getum ekki hist og eitthvað og verður það aldrei neitt og það mjög góð ástæða fyrir því að þetta fólk vill ekki hitta ykkur. Ef fólki vill hitta ykkur og ef fulltrú frá Ísafía hefði verið hér í umræðinu þá hefði það þurft að segja eitthvað og orðum fylgja ábyrgð og bara þetta ábyrgðarleysi samtímans en fyrirgefið þið ég ekki búin að þið getið komist að síðar en ég verð af því mér finnst það svo fyndið ég verð að vitna til tölvupóstins sem þið senduð í gærkvöld til aðstoðarmanns samgöngu ráðherra. Hefur ráðherra einhvern tíma til að hitta íbúa vegna þessa máls núna eða viltu fá fleiri tölvupósta þangað til að það gerist eitthvað enn alvarlegra heldur en gerðist í kvöld? Nei, ég meina ég svona frá þarna eru orðin pínu pirruð og reið en hlátur lindir lífið en það kímnið þarna líka kímni, Nei, þetta við höfum alltaf reynt við höfum ekki viljað fara í skotgrafapólitík við höfum ekki viljað fara útrópa fólk og annað slíkt en þetta náttúrulega fáránlegt að þegar bæði hann Eyjólfur og Einar Þorsteinsson hlaup upp til hand og fóta og einhver viðbörð sem skipulagður að flugmálafélaginu. Eyjólfur samgönguráðherra. Já. En bara svarar ekki okkur, ekki neitt. Og þá bara sér maður alveg hvar hagsmunir hans liggja og gott og vel. Hann hefur reyndar talað persónulega mjög jákvætt Reykjavíkurflugvöll. Já, bara gott og vel, en hann ráðherra okkur allra. Já. Og hann fer hana fyrir mjög mikilvægur ráðuneyti. Hann vill verja Reykjavíkurflugvöll fram í rauðan dögg. Ég held að hann hefur sagt það. En hann getur verið með okkur í liði því við séum bara burt með einkaflugið og kennsluflugið og höldum áætlunarfluginu önnum sinn. Við erum ekki að tala að leggja niður flugvöllin til að byrja með. En ég ætla hins vegar að þannig við sem ekki bara hengja hann innan upp í tré þá við höfum líka reynt að ná samtali við umhverfisráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið ráðherra í öllum tilvikum og það gengur ekki neitt. Það bara ennþá minnum sem þar þannig að það var ekki hægt að birta neina tölupósta þaðan. Þannig að það eins og bara nýja ríkisstjórnin vilji bara helst ekki stíga á neina sprengju hvað þetta varðar eða hins vegar hefur þessi nýja ríkisstjórnin verið með fljóta hlaupa hinum einn. Þannig að við bíðum bara núna vonandi eftir að þetta verði til að verði meira samtal. Það sem ég langar að nefna svolítið með, og ég þori nú ekki að nefna stjórnmálafræðingin sem er á þessu ummæli, af því hún er að vinna núna í stjórnsýslunni, því hann geti skaða hagsmuni hennar. En hún sagði einhvern tímann í samanburði þýskra og íslenskra stjórnmálamanna. Íslenskir stjórnmálamenn eru áhugamenn. Þeir blanda alltaf saman eigin persónu og opinberu persónunni. Þýsku stjórnmálamennir eru atvinnumenn. Ef að ég er ósammálaðir sem stjórnmálamanni, þá er það formlegur ágreiningur. En við förum alltaf í það að það er persónlegt skítkast ef ég er á móti þér, eða með öndverða skoðun. Og þessu verðum við að breyta, í alvöru. Mér langar til að biðja ykkur að prófa svolítið skemmtilegan leika, það er að fara og reyna að finna út við hvernig þú átt að kvarta yfir einhverju sem tengist Reykjavíkurflugvelli. Það er
og maður verður oft hugsað til Kafka þegar maður fer út í það og einmitt áður en ég mér var ítt saman með fólki í hljóðmörk þá var ég bara búin að gefast upp þannig að þetta var bara súrrealísku upplifun að fyrsta lega er nátt að segja ok, hvar á ég að kvarta hvernig það faraði, yfir eitthvað gert með þetta og svo ef að hún eitthvað þar í gegn þá vísa hver ann, þannig að þú ert bara komin einhver hringaðilis í kerfinu og ekkert gerist. Sko aðeins að því að ég er svo bjartsýnn að eðlisfari. Ég var í heita pottinum í Borgarnesi helgina og það hófstu bara 4 ár umræður. Þarna var fasteignasali sem að tjáði sig eftir þáttöku mín í Kveik þarna hávaðan og hann sagði bara, já það enda vantarlega með því að það verið að fara með jarðýtur á þessu hús því að það vill lengi búa í þeim. Já. En sko þessi umræða núna hún á vonandi og ég er svo þakkláttur fyrir samstöðuna, Björn. Þetta er svo mikilvægur vettvangur og þú ert svo góðu þáttastjórnandi og þig að við erum að hreyfa mál og við erum að hugsa í lausnum en ekki vandamálum og það er mikilvægt. Já, takk fyrir hlýleg orð, sömuleiðis þá ert þú bara frábær viðmælandi, hugra ekkur eins og við viljum hafa þá. Takk. En ef enda allir í sleik eða ef bara að segja þetta gott. Þú fyrstur. Að minnstakosti þá liggur fyrir að atvik eins og það sem átti sér stað í gærkvöld það minnir okkur á vafasama legu Reykjavíkurflugvallar og spyr nýrra spurninga einmitt þetta óþarfa flug eins og þið kallið það og ef rétt er að aðra reglur gild farþegaflug eða æfingaflug eða eitthvað svoleiðis, einkaflug, þá er það náttúrulega eitthvað sem að maður eiginlega botnar bara ekkert í. Já, ég glemdi einu fyrirgjöðu, þannig í heita pottinum var nefnilega maður sem að býr í Naustafur og hann sagði, getur ekki fara að tala þetta líka með Reykjavíkurflugvöll eins og þéttingu byggðarinnar og hér er ég komin. Já, mjög gott. Íbúalýðræði, já. En sko, mér sýnist ég sjá vendingar á fítinu á mínum samfélagsmiðlum. Mér finnst ég að sjá eftir atvikið í gærkvöld hvað maður að segja, aukið ákall hjá fólki sem maður hefur ekki þorað að opna munnin áratugum saman vegna þess hver mikinn umdeilanleika það skapar vegna þess að þá útsetur þau fyrir alls konar viðbjóðslegum kommentum eins og þú ert að segja okkur og er náttúrulega graf alvarlegt mál að einhver stjórnarmaður í þínu félagi hafi þurft að leita til lögreglu vegna hótana og ofsókna sem að koma frá einhverjum bullum. Pæliði bara í þessu sko að þarna það geta að fara verð. Já, heldur betur. Þú veist, þetta eru bara litlar vélar og þú veist, greinilega ekki alveg allt í lagi með viðhaldið og þetta er að fljúga nefnir bara fjölmennustu byggðinni. Það hefði getið verið verð og sem betur fyrir gerast það ekki. Það hafa hins vegar orðið flugslys í kringur Reykjavíkurflugvöll og bara, þú veist, vonandi náum við bara að koma sem flestu þannig börst áður en það verður eitthvað verra. Ætlaði ekki verið kringum 89 sem það var flugslys þarna við Suðurgötu? Þeir létustu Suðurgötu. Já, nákvæmlega. Svo náttúrulega líka vélin sem var að koma þjóðhátíð sem voru í Skerjafirði. Og þú veist, það er alveg önnur dæmi, þú veist, eins og ég sagði, þú veist, það lappar einhver maður á djammun inn á völlin. Þú veist, það eru flugumferðarstjórar sem eru að horfa á enska boltan og það eru 2 flugvélar sem fljúga næstu ákvarðaðar yfir Sky Lagoon. Eða rétt hjá Sky Lagoon. Þú veist, það eru ökutæki á vegum flugvellarna sem að keyra út á flugbrauta sem vélar er í lofttæki, þannig að þetta er svona, það er víða pottur brotinn. Þið tveir eru að hittast í fyrsta skipti núna? Ég aldrei sýtt á þar. Blessaðu þetta. Gaman að þetta. Bara svona að nefna það svo að hlustendur og áhorfendur gruna ekki að þessu einhver leiti samantekir á. Já, og ég tek það fram að ég er ekki enn komin í íbúasamtökin. Ég kem hérna sem hljóðverkfræðingur og mér er annt almannahag. Já, þú kemst ekki út á annars. Erum við búið að vera mjög hressandi, uppbyggilegt og vonandi skilar einhverjum árangri að ræða við ykkur herramenn. Kæra þakkir fyrir að koma hér að rauðaborðinu á samstöðinni. Daði Rafnsson hjá Hljóðmörk og Ólafur Hjálmarsson, hljóðverkfræðingur. Takk fyrir komuna. Takk fyrir.
Takk fyrir okkur. Kæru hlustendur og áhörfundur, við erum rétt að byrja, ekki fara langt, rauðaborðið heldur hér áfram eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.